Herðu, Páll, ég held að maður getur ekki sagt skjólda, það var svo mikið rok í dag. Svo sagði pappið með það einhvern veginn þegar ég hitt hann, þú væri Jónsson, ekkert Skjóldal. Já, hann hefur skammaði svolítið. Já, ég hef tekið bara beini fyrir að hafa stimplað það síðan að þú væri Skjóldal. Já. Þannig ég snarbreytti því náttúrulega og það var bara Palli Krull. Hann sagði að það væri fínt. Já, Palli Krull. Hann samþykkti það strax. Palli Rolla, kallaðum bara svo vilt. Já, þakkaði fyrir. Og kallaðum mig hæpappi og drusla og allt hvað hana. Ekki vandamálið, sko. Ég tek engu illa, sko. Ástæða fyrir að ég er á rollinni, sko. Það var nú bara grín. Herðu, segðu mig frá gærdeginum. Ég vil valla gera það. Nei, bara létt yfir svona. Það bara... Þínt sjónarhorn á þetta. Já, svo drulla ég við þú búinn að segja það. Já, ég var bara ekki í standi. Ekki í góður hæfingu eða neitt. Bara lélegur dagur hjá mér. Svo var ég í nítróvissinu allan daginn. En hérna, svo byrjum að því að þú settir náttúrulega ballastöngið hann aftan. Já. Sem að það snarbreytti hvernig hann hagaði sér bílinn hjá þér. Já, hann hætti að snúa upp á sig. Já. Svona. Þetta var hann Sigurðingi. Vá. Hann ólangar að frægari. Já, ég veit það. Þannig að hann hætti að vinda svona upp á sig eins og hann var búinn að gera. Og svo veltur hann að hann liggur við á jafnkvæmt aftur. Já, þá komum við eitt nýtróðinn sem við vorum í basli við allan daginn, sko. Já, var ekkert að virka hjá þér? Nei. Var bölvu basli alla gerða með nýtróð. Svo komum við bara inn stundum og stundum ekki. Þarna bjóst ég ekki við í. Já, ok. Og hann eiginlega raskellti mig bara eiginlega svolítið þannig. Og þá í veltu braut ég öxelinn en við tókum ekki eftir því fyrir en ég byrjaði næstu braut á eftir, seinustu brautinni. Stoppa aðeins núna. Þetta þú sagðir hérna áðan, svo kom það allt í henni inn. Það er eins og ég sagði í Fjölnir, þetta kallast afsakanir. Já, okay. Ég er alveg að afsaka mig alveg eins og ég get, sko. Já, sjálfsögðu. En ég skeit alveg på bak í gær, sko, ég veit ekki það. Hvað endaði þér í gær? Já, veit ég ekki, 12 eða 11 eitthvað, ég manna það ekki. Ok. Það var ekki svo langar að rifja. Nei. Hérna, þú braust öxul. Já. Þú fegst hann ekki senda með flugi. Þetta var hann keyrði þig til þín og hafhentur hérna í morgun, eða ekki? Jó. Þetta var svona sem við byggust ekki við myndi brotna. Svona RCF öxlar sem að eiga að vera óbrjótanlegir og góður. Já. Braut hann í 5. brautinni. Þeir eru vel lífsleir ábyrgð, ekki? Já. Og ég fekk einn hérna á Akureyri sem að einn gröfukall hérna reddaði og svo komu 2 að sunnan. Hann kom bara með brunandi kvöldið eða nóttina. Já. Ég braut einn þannig og svo braut ég hinn RCF í dag. Nú? Þennan stutta. Já. Þannig að það var gott að fengið senda sunnan? Já, en ég var bara með langa, sko. Í rauninni var við bara með seinasta öxelinn fyrir seinustu braut. Já. Það er svona mátaði ég eiginlega bara í lokinn, sko. Ég þurfti eiginlega að geta klára tímabrautina því ég ekki fengið að fara yfir pollinn ef ég hefði bara 3 og 3, sko. Ok. Þannig að, en þetta, við náðum að klára allan. En hvað lærið þetta þessum degi? Hvað þarf það að gera? Þetta er svolítið skrítið, ég hef þurft að passa mig allan dag að brjóta ekki öxul og þá gekk mér bara vel. Þetta sér okkur það er eitthvað að bílstjórnum. Já, svona kannski er ég bara ógræður á gjöfunni stundu, sko. Það er svolítið bara að vera aðeins rólegri. Það spurning kannski að fá bara minni mótor handaðir? Já, nei. Mér skilst að hippie-mótornum sé bara passluð fyrir þig. Hann er úrbrættur? Hann er úrbrættur. Nei, vonandi ekki. En Óskar var að tala um að, sko, þegar hann myndi láta RCF öxla nýja átt hann ekki að segja mér það. Það bara að segja að ég sé orginal, farðu vel að þú getur brotið á. Já, nákvæmlega. Svo ég keyri venjulega. Það helst að gera þetta svona í leyni. Ég veit ekki af því, sko. Það sjálfsögðu. Nei, þetta bara, dagurinn í dag var bara betri. Það var bara betri ökumaður og betri hausnum og... Hver var á bílnum fyrir? Nei, bókei. Mamma þinn. Já, mamma. Takk að kella fyrir. Já, takk.